Mig langaði til í dag að tala aðeins hvernig veikindi eru og hvað sem sagt heilsa og hvað veikindi og hvað eru varanleg veikindi. Þetta eitthvað sem ég tel að ég hafi einhverja þekking á. Ég búinn að vera að velta þessu fyrir mér í núna 9 eða 10 ár. Og eins og ég skil þetta og eins og mér hefur verið kynnt þetta, þá erum við að tala að ónæmiskerfið, það hafi getu til þess og hefur verið hannað og sett í okkur til þess að vinna gegn öllu því sem reynir að koma inn í líkamann og skemma hann. Og ónæmiskerfinu má lýsa á þann hátt sem ég með hérna á myndinni. Þar sem þegar það allt eðlilegt, þá eðlilegt magn af hvítum blóðkornum og það tilbúið og vakandi á tánum til þess að takast á við það sem gæti komið inn í líkamann. Nú, ef það kemur eitthvað inn í líkamann og þá leið og það einhver merki þá kemur ónæmiskerfið að fullum þunga á móti því og lemur það niður og stundum þá þurfum við eða þarf líkaminn að hita sig upp til þess að berja á eða vinna sigur á því sem komin í líkamann. Nú, á þeim tímapunkti þá gerum við oft þau mistök að við tökum einhvers konar paracetamol eða Panodil eða eitthvað til að hita, stilla eða til að tempera hitan. Og vissulega þá líður okkur bærilegar með því en við erum í rauninni að leggja þung lóð á vogarskálar á röngum helmingi eða sem sagt vitlausum megin gegn ónæmiskerfinu þar sem við skiljum þá eftir eitthvað í líkama okkar sem annars hefði verið klárað og komið út úr honum. Nú síðan ef við lifum eða högum okkur í lífinu þannig að við byggjum upp þunga á ónæmiskerfið og það getur verið í formi þess að fylla okkur á þungmálum í gegnum til dæmis tannfyllingar eða álpotta eða eitthvað þvíumlíkt. Eða þá bara hreinlega hugsunarhátturinn okkar, það sem við öndum að okkur ef við erum í einhvers konar efnaumhverfi eða slíku, eða aðrir þættir sem í rauninni þyngja ónæmiskerfið og gera það ekki eins hæft til þess að vera á tánum gagnvart því sem kemur inn í líkamann. Þá hægt og rólega þá förum við frá þessum stað sem líkaminn var hannaður til þess að fylgja og við erum farin að skríða upp þessa kurvu og ónæmiskerfið stöðugt að reyna en það þyngt og eða þrúað og við haldum áfram í rauninni á sömu stefnu. Við erum ekkert að breyta okkar lífstíl því að við erum ekkert veik, þannig séð. En hægt og rólega þá förum við upp þessa kurvu. Og það sem gerist að þegar hvítu blóðkornin voru svona í eðlilegu magni þá þið orðin öllu meiri Og ónæmiskerfið það veit að það eru vandamál í gangi og það sleppir út einhverjum ósköpum af hvítum blóðkornum. Og þessi blóðkorn þau eiga það til að fara að ráðast á eigin vefi því að þau vita í rauninni ekkert hvað þau eiga að ráðast á, þau vita bara að þau eiga að vinna einhverja vinnu en upplýsingarnar vantar. Nú, við köllum það sjálfsofnæmi sjúkdóma og við getum nefnt, sem sagt það hægt að nefna gigt sem dæmi eða psoriasis eða sykursýki eða bara hvað sem í rauninni sem sagt líkaminn fer að ráðast á, þá fær það eitthvað nafn. Nú, þetta ferlið það getur tekið fjölda mörg ár að fara upp og á meðan við erum en þá þessari leið þá til þess að gera einfalt að snúa við og sem sagt fara aftur inn í heilsu en við þurfum að breyta lífstíl að einhverju marki og taka til sem sagt í því sem við erum að gera. Nú, þegar við erum komin hingað upp þá eru hvítu blóðkornin í yfirflæði í líkamanum og ég á sjálfur slæðu eða smásjármynd af mér hvernig ég var. Sem sagt, ég var komin í það var í þúsundum sem sagt, í staðin fyrir að vera kannski einhver 10-15 í svona einu sýni, þá var það í þúsundum sem ónæmis eða hvítu blóðkornin voru. Nú, þegar maður komin upp og eins og þið sjá þá kalla ég þetta stríð, þetta í rauninni stríðskurvan
Það sem að gerist hérna megin gerist mjög hratt. Það tekur ekki nema 2-3 daga og ég horfði á það í sjálfum mér hvernig það gerist. Frá því að vera yfir fullur á hvítum blóðkornum og yfir í það að vera með engar. Og engar hvítar blóðflögur, það er mjög óeðlilegt ástand og það er ástand sem að við viljum komast út úr hið fyrsta. Nú, allavega þá þegar maður er komin hingað þá þarf lítið til þess að velta manni yfir á hina hliðina og það getur verið flensa, það getur verið dauðsfall í fjölskyldunni, skilnaður eða eitthvað álíka. Og þá dettur maður yfir. Nú, þegar maður er komin hingað, að þar sem að líkaminn hann tók á vandamálun sem voru eins og frumubreytingar og annað, að það var tekið á þessu öllu, sem sagt á þessu bili. Þegar maður er hérna og það er engar hvítar blóðflögur og það er í rauninni sem að þýðir það að ónæmiskerfið er búið að gefast upp, þá fljóta þessar frumubreytingar framhjá og það er, í rauninni, þetta er eðlilegt ferli líkamanns í því bara að nú er hann búinn að tapa og nú fer hann að vinna í því að losa sig eða losa jörðina við þennan líkama. Og þannig að þessi staður er ekki eitthvað svæði sem maður vill vera á, maður vill koma sér út úr þessu. Það eru ekki margar leiðir til þess að fara héðan og aftur til heilsu, en þær eru til og þær eru nokkrar og þær krefjast þess að við upplýsum ónæmiskerfið hvað var í rauninni að þjaka það á þessu ferli hérna. Við þurfum á sama tíma að taka til, við verðum að taka til og hreinsa út vírusa og bakteríur og sveppi og annað sem er búið að taka sér bólfestu og er að vinna í því að brjóta niður líkamann. Það er þessi staður er þar sem að niðurbrot á líkamannum er orðið sterkara heldur en uppbygging. Hérna er uppbygging sterkari heldur en niðurbrotið. En þessir tveir þættir að þeir eru alltaf að vegast á og þeir eru alltaf að það er alltaf barátt á þarna á milli. En á endanum að þá er kerfið hannað þannig að líkaminn brotnar niður og verður að mold. Þannig að á meðan við erum hérna á jörðinni þá viljum við vera hérna. Þegar við erum komin hingað þá viljum við komast hingað eða þá við hreinlega gerum okkur grein fyrir því að hvað hefur gerst. Nú, vestræn læknavísindi að þau segja manni eins og bara með konuna mína að þegar hún var komin hingað að þá var henni sagt, sættu þið bara við þetta og taktu lyfið þín. Og vissulega þá leiðinni eitthvað betra af lyfjónum en hún var ekki að fá heilsu. Og ég á ennþá eftir að sjá hvar eða hvernig vestræn læknavísindi færa einhvern frá krónísku ástandi og yfir í heilsu. Þó eru margar leiðir til. Ég veit ekki alveg út af hverju vísindamenn, eða þeir eru vísindamenn, út af hverju þeir skoða þetta ekki og þegar fólk kemur hvert á fætur öðru eins og við og fleiri og segir ég var með gigt og ég er laus við gigtina eða ég var með sykursýki og ég er laus við sykursýkina og það eftir eins og í tilviki konunnar að þá voru það 10 ár þar sem hún var hérna en hún komst samt tilbaka og það er sérstakt. Nú, það er hægt að bæla einkennin og gera lífið þolanlegt en það er ekki heilsa. Lyf skapa ekki heilsu að mínu viti og einhver þarf þá að sýna mig hvernig þau skapa heilsu miðað við það að heilsan sé hérna, að heilsan sé þar sem að kerfið er bara að sjá það sjálft. Ein leiðin til þess að fara þessa ferð tilbaka er eins og við höfum lýst í útvarpi og annar staðar í formi þess að fá ósonmeðferð og þvagsprautur og í upphafi þá taldi ég að ósonmeðferðin væri stóri þátturinn og þvagsprautunum bara svona eitthvað gæluverkefni með. En